Hjartans þakkir. Kæru dýravinir, mér mikill heiður að fá að vera með okkur hérna í dag við þessi merku tímamót, innilega til hamingju með þau og þessa merku sögu. Ég held ég sé reyndar fyrsti ræðumaðurinn hérna í dag sem að hefur mál sitt þegar fallin á tíma. Þannig að ég bið ykkur að sýna mér kannski smá skilning. Ég skal reyna að komast hratt yfir þetta. Mjálmið í eyðimörkinni. Af hverju heitir þetta mjálmið í eyðimörkinni? Það eiginlega vegna þess að mér finnst þetta lýsandi svona svolítið fyrir hugarheim dýravina. Ég ætla kannski minna mæla að tala við ykkur hérna í dag sem ríkisendurskoðandi og frekar út frá brotnu basshjartanu sem ennþá bærist með mér. Dýr hafa alltaf fylgt mér hefur alltaf þótt vænt dýr. En því miður kynntist ég óréttlæti heimsins allt of snemma og þurfti að upplifa ótímabæran, ónauðsynlegan missi dýrs sem var mér mikilvægt og upplifði í kjölfarið vanmátt, sorg, reiði og sektarkennd, tilfinningar sem hafa borist með mér alveg til þessa dags. Fylgt mér alla tíð. Áratugina sem að ég hef lifað síðan hef ég komist að því að svo margir dýravinir deila með einum öðrum hætti þessari reynslu minni. Mjálmið að þessu leyti lýsandi fyrir hugarheim dýravina. Ekki það að öllum sé sama, það er aldrei nógu margir sem að láta sig málin varða í nægilega miklu mæli til þess að það breyti hlutunum. Ég lofaði sjálfum mér ungur að árum, meðan ég las reglulega dýravendarann, að ég myndi aldrei bregðast dýr í neyð. Þessi reynsla mín og endalaus og áframhaldandi úrvinnsla hennar, að hún útskýrir að verulegu leyti bara hver ég og hvernig ég hef kosið að haga mínu lífi. Í mér bærist líka embættismannahjarta sem að þykir vænt stjórnsýsluna og vill auðvitað sjá hana virka. Og það var út frá því sem að ég ákvað að eigin frumkvæði að hefja stjórnsýsluúttekt á Matvælastofnun, nánar tiltekið eftirlit með velferð búfjár á haustmánuðum 2022. Af því að það sem að maður upplifði þá var að verulegt vantraust ríkti í garð stofnunarinnar. Bæði frá almenningi og fagfólki. Og ég held að mér sé óhætt að segja að aldrei nokkru sinni hafi ríkisendurskoðun borist jafnmargar ábendingar frá almenningi og fagfólki út af neinni úttekt sem að við höfum unnið. Traust á endanum mikilvægasti gjaldmiðill eftirlitsstofnunar. Gildir jafnt mig sem eftirlitsaðila á vegum Alþingis, trúnaðarmanns Alþingis, sem ætlað að hafa eftirlit með frammistöðu ríkisaðila og að hagkvæmni og skilvirkni sé gætt í þeirra störfum og að þau skili þeim árangri sem löggjafinn ætlar. Ég ætla ekki að fara út í einstaka ábendingar en þær voru 7 til Matvælastofnunar og 6 til ráðuneytisins. En þar kannski skiptir ekki síst máli að traust og ímynd þurfa að vera til staðar, að dýr njóti vafans og að styrk hönd sé stefnuna og stýrið, því ellegar hætt við að góðar fyrirætlanir endi bara einhvern veginn. Það nú það sem að mér hefur fundist og það er þetta sem að ég tala við Alþingi þegar kemur að tali stofnanir ríkisins og mögulega endurskipulagningu þeirra. Mér finnst skipta mestu máli hvað gert og hvernig. Ég vil í miklu minna mæli tala hver gerir hlutina. Þetta hlutur sem að við skautum allt of oft framhjá í stjórnsýslunni. Við erum fá liðuð, búum yfir fáum sérfræðingum
það skiptir okkur öllu máli að vinna eins mikið og við getum út frá allri mögulegri samlegð. Í þessu sambandi skiptir mjög miklu máli að ráðuneyti sé sterkt og þetta er ekki í samræmi við íslenska módelið eins og við höfum upplifað að undanfarna áratugi. Á Íslandi eru það stofnanirnar sem eru sterkar, ráðuneytin veik. Að þessu leyti einkennir stjórnsýslan af því að það er rófan sem dillar hundinum en ekki öfugt. Þannig að þetta er hlutur sem að þarf að laga og það eru svo margir málaflokkar sem að einkennast eiginlega nákvæmlega þessu. Við höfum unnið allnokkrar skýrslur að undanförnu. Hér var talað sjókvíaeldi, en það má líka nefna geðheilbrigðisþjónustu, þjónustu við fatlað fólk, börn með fjölþættan vanda, fangelsismál, málaflokkar þar sem að vandamál hafa safnast upp á dýptina og það er í sjálfu sér eins með dýravelferð. Og enn og aftur er það ekki vegna þess að öllum er sama. Það er kannski bara ekki nógu margir sem láta sig þetta nægilega mikið varða til þess að hlutirnir raunverulega breytist. Ég sagði nýlega við fjárlaganefnd, þar sem ég myndi á það að 23% af eigum íslenska ríkisins er bundið í samgöngumannvirkjum. Og þið þekkið umræðina vegina landið. En hvers virði er ónýtur vegur? Og af hverju er umræðan slitlag, nýtt slitlag á ónýtan veg? Er ekki málið að byggja veginn frá grunni þannig að hann þoli þá umferð sem er hann? Svona er hver málaflokkurinn í rauninni á fætur öðrum og ákveðnar hugarfarsbreytingar er þörf til að þetta megi breytast. Það er auðvelt að endurskipuleggja, það er bara form. Það er erfiðara að takast á raunverulega við efnið og endurforgangsraða takmörkuðum gæðum. Það er áskorunin sem við kjósum alltaf oft að skauta framhjá. Ég tel, miðað við meðal annars orð ráðherra í dag, miðað við viðbrögð Matvælastofnunar, við ábendingum Ríkisendurskoðunar, miðað við samtalið sem er framundan milli mín og framkvæmdarvaldsins, að dýravinir séu miklu sóknarfæri. Hvað þýðir það að lofa sjálfum sér, og ég mun fara hratt yfir þetta, hvað þýðir það að lofa sjálfum sér að bregðast aldrei dýr í neyð þegar þú flytur bókstaflega í eyðimörkina og þau eru við fæturnar á þér á hverjum einasta degi. Ég flutti til Jórdaníu 2013, vann þar í 6 ár hjá Flóttamannahjálp Palestínu, stofnun sem þið heyrið oft þessa dagana, og ég var varla fyrr lentur, en þessar 2 litlu systur urðu á vegi mínum og upphófst ævintýri sem fól það í sér að heimilið mitt breyttist í dýraspítala og athvarf. Og þetta var vinna utan vinnu öll árin sem að ég var þarna. Þarna fann maður í þessum menningarheimi þar sem að hundar eru óhrein dýr, hafa búið að kveiki þeim, klippa þeim eyrum, skera þeim rófuna, sparka þá til óbóta. Eina sem að maður gat gert var að koma þeim undir læknishendur, en í þessari menningu líka er ekki til siðs að deyða dýr og þú varst að finna dýralækna sem voru reiðubúnir að taka þannig verkefni að sér. Ég fann úkraínskan dýralækni til þess að deyða þennan kött sem er með FIV-veiruna. Ég gat haldið honum á lífi í svona 2 ár úti, en það sem ónæmiskerfi var ónýtt. Þegar ég fór, þá var bara það ekki umflúið. Hún tók við því verkefni með tárin í augunum og fordæmingu samfélagsins. Eins með allar ófrjósemisaðgerðirnar sem voru framkvæmdar á borðstofuborðinu heima hjá mér. Dýralæknirinn þar, strangtrúaður múslimi, hún býr við það að fyrir það að taka að sér verkefni sem þessi, að þá segja fjölskylda og vinir að hún muni loga í vítiseldum. Þegar konan mín sá myndina af henni Sörku minni, þessa mynd, sagði hún að það væri ekki öllu lífi
ætlað framhald. Sarka býr í dag í Rómarborg, hún dvelur þar í sennilega frægasta dýraathvarfi eða kattaathvarfi heims, rekið í rústum leikhússins þar sem Júlíus Sesar var veginn. Hún er samfélagsmiðlastjarna og fjáröflunar sendiherra fyrir athvarfið, elskuð af þúsundum manna allan heim. En ég tók hana upp við ruslagám í eyðimörkinni og hefði ég ekki gert það, þá myndi enginn vita að hún hefði nokkru sinni lifað. Þetta er Jóta. Jóta býr í dag í Alexandríu í Egyptalandi. Þetta er Hímara, heyrnarlaus, bláeygð, hvít. Framheilin á henni er að mestu leyti vatn, en hún lifir yndislegu lífi ásamt Múkheiris, besta vin sínum sem líka kom frá mér, í Rotterdam í Hollandi. Þetta er Súbía, aftur lítill kettlingur við ruslagám í eyðimörkinni, og þetta er myndin sem að mér langar helst til þess að sýna ykkur, einu uppáhaldsmyndin mín, að því að talandi traust, það er erfitt fyrir okkur að treysta dýravinina stundum, okkur finnst við alltaf þurfa að sjá öll mál til enda, en ég vil líka geta sýnt ykkur þetta, að fyrir allt sem að þið leggið á ykkur í þágu dýrana, geta líka aðrir tekið við. Ég flaug ekki bara með ketti til Rotterdam eða Ungverjalands eða Austurríkis eða Egyptalands. Þetta líka 4 ketti til Rómar og þetta er einn af þeim. Ég veit ekki hver tók þessa mynd. Ég veit ekki hvaða stúlka þetta er. En ég veit allt um hennan kött. Þetta er kötturinn sem þú horfðuð á hérna rétt áðan. Og fyrir eitthvað sem að ég lagði á mig, gat þetta orðið til. Og þessi mynd segir mér að ég þarf aldrei að hafa áhyggjur af þessum ketti aftur. Þannig er það með ykkar verk líka og er þessi orðum ekki ætlað að vera annað en hvatning til ykkar. Ég gæti enda þessa ræðu og ég er alveg núna komin að endan. Ég gæti enda á því að segja eitthvað kannski klisjukennt, eins og málið sé að gera mjálmið að öskri. Það er hins vegar ekki málið. Mjálmið er sérhannað til þess að heyrast vítt og breitt. Það heyra allir í ykkur. Verkefnið er ekki að öskra. Verkefnið er að gera jarðveginn frjóan og eyðimörkina græna. Því það er fátækt líf sem ekki hefur elskað dýr og fundið, vitað hvernig sú ást er endurkoldin. Takk fyrir.